Þorvaldur Gylfason, gjörðu svo vel. Já, formaður, virðulegu ráðsfulltrúar. Sænska stjórnarskráin í 4 hlutum. Einn hlutanna fjallar upplýsingafrelsi, annar fjallar frelsi fjölmiðla. Með öðrum orðum, helmingurinn af stjórnarskrá Svíþjóðar fjallar þau efni sem þessum 2 nýju greinum í okkar tillögum falið að fjalla Við höfum leitað fyrirmynda víða en þó einkum hjá Svíum í ljósi þess sögulega forystu hlutverks sem þeir hafa gegnt í upplýsingafrelsismálum og fjölmiðlafrelsismálum. Partur af ástæðinu til þess að Ísland hrundi var hræddir blaðamenn. Þess vegna teljum við rétt að kveða á í stjórnarskrá vernd blaðamanna og einnig vernd heimildarmanna þeirra og uppljóstrara sem ég kýsi heldur eins og sumir félaga minna hér að kalla flautuþeytara. Okkur dauðans alvara með þessum greinum. Við teljum að breytingar og lögum sem af þeim leiðir myndu kalla á gagnger umskipti í upplýsingamálum og í fjölmiðlamálum. Mér langar að gefa ykkur dæmi. Hugsum okkur blaðamann sem óskar eftir upplýsingum ferðakostnað ráðherra eða embættismanns. Slíkum upplýsingum hefur aldrei verið veitt til blaðamanna nema í harðbakkann hafi slegið hér heima. Óskum slíkar upplýsingar hefur yfirleitt verið vísað á bug. Ákvæðið sem við mælum með í stjórnarskrá myndi gera það nánast sjálfvirkt að slíkar upplýsingar lægju frammi, líkt og þær hafa gert langt árabil í Svíþjóð til dæmis og annars staðar á Norðurlöndum. Nærri má geta hvort slík breyting myndi ekki auka aðhald að útlátum ríkisins til ferðalaga embættismanna og ráðherra. Það segir sig sjálft. Tökum annað dæmi. Hugsum okkur að embættismaður eða ráðherra hafi spurnir af því að blaðamaður hafi í skjóli nafnleyndar óskað eftir upplýsingum ferðakostnað ráðherrans eða embættismannsins. Ef ráðherrann eða embættismaðurinn spyrst fyrir það hver hann hafi verið þessi blaðamaður, þá hann samkvæmt tillögum okkar að þessi nýja ákvæði orðinn brotlegur við stjórnarskrána, líkt og verið hefur í Svíþjóð langt árabil. Þannig að þið sjáið að þetta eru gagngerar breytingar en þær gera þó ekki meira en að lyfta okkur upp á það stig þar sem frændum okkur á Norðurlöndum hefur þótt sjálfsagt að halda sig langt árabil. Okkar greinum líka ætlað að draga úr hættunni á þöggun. Og þöggun hefur verið landlæg meinsemd í okkar þjóðfélagi, átti meðal annars sinn þátt í hruninu að minni hyggju, með því að stórbæta allan starfsaðbúnað blaðamanna og þeirra sem veita blaðamönnum upplýsingar við að reyna að stuðla að minni þöggun. Ég tel að þessar greinar báðar þóttar séu miklu styttri heldur en þessi helmingur af stjórnarskrá Svíþjóðar sem fjallar sömu mál geti orðið landinu til mikillar blessunar ef tillögur okkar ná fram að ganga.